Já, komið þið sæl og blessuð. Við ætlum að ræða framkvæmd kosninga, fúsk við framkvæmd kosninga og úr fúski getur verið stutt í spillingu. Kristján Sveinbjörnsson, hann kom í viðtal til okkar við rauðaborðið hér fyrr í þessum mánuði og þá ræddu við stöðuna eins og þá var uppi vegna margvíslegra brotalama sem að komu upp í síðustu kosningum og líka kosningunum þar á undan, þingkosningum þar að segja. Nú, hann hefur nú tekið saman minnisblað, hann Kristján, sem umboðsmaður framboðslista Samfylkingarinnar í Suðvesturkjördæmi, semst fyrir kosningarnar 30. nóvember síðastliðinn. Og hann hefur áður verið umboðsmaður fyrir sama lista í sama kjördæmi og í þessu minnisblaði koma fram ýmsir alvarlegir ágallar. Í bókun sem Kristján hefur sent okkur hér á samstöðinni, við höfum komist yfir, segir umboðsmaður leggur fram minnisblað með 12 athugasemdum aðalega að snúa að talningu atkvæða í Suðvestur kjördæmi. Alvarlegasta athugasemdin snýr að rangri atkvæða niðurstöðu kosningana en svo virðist sem vanti 89 atkvæði sem talin voru ógild af yfirkjörstjórn en umboðsmenn telja þau gild. Þá eru fjölmargir aðrir annmarkar nefndir sem sumir tengjast óskýrum og gölluðum kosningalögum, svo sem að frambjóðendur og þingmenn úrskurða sjálfir gildi sinna eigin atkvæða. Hvar ætli það gerist á öðru byggðu bóli? Kristján, þú ert komin hér til þess að ræða þessi mál svona, aðeins ítarlegu marki eins og 50 mínútna viðtal býður okkur upp á. En takk fyrir að sinna þessari vinnu og þetta náttúrulega byrjar, ég ræddi við þig hérna í síðustu viku, þá vildi ég fá þig aftur hér að rauðaborðinu eftir það sem þú hafðir síðast en þá sagðistu vilja bíða eftir skýrslu landskjörstjórnar og hún liggur nú fyrir. Byrjum bara þar, var eitthvað í skýrslunni sem að svona þér fannst hvít og þá sem að ættu ekki að standa sig betur við framkvæmd kosninga? Já, takk fyrir að bjóða mér. Það er gaman að spjalla þetta eða fróðlegt að skoða þetta og já, nú hefur skýrsla landskjörstjórnar komið fram, 60 síður. Tók smá tíma að lesa þetta. Já, mjög mikið gagn. Mörguleiti góð skýrsla en það er farið í kringum heitan eld allstaðar þar sem gæti niðurstaðan gæti breytt atkvæðafjölda og líklega þá breytt stöðu þingmanna. Já. Og það þarf í raun ekki nema 4 atkvæði til þess að breyta, svo skrítið sem það er. 4 atkvæða breyting í Suðvesturkjördæmi hefði mögulega breytt niðurstöðu kosningana í Reykjavíkurkjördæmunum báðum, en ekki Suðvesturkjördæmi. Þannig að það er mjótt á mununum og svo eru ágallar á skýrslunni og sérstaklega varðandi þessi frægu ágreiningsatkvæði 89 eða partur af þeim og ef ég nefni það þá er það þannig að hérna þessi 89 atkvæði þá voru 24 atkvæði sem voru utankjörstað-atkvæði og þau voru þannig að það var kosin einhver listi og síðan var frambjóðandi sama frambóðs, bara í öðru kjördæmi, skrifaður inn á seðilinn og strikaði yfir hann. Þannig að hérna, fólk sem var að kjósa til dæmis í Suðvesturkjördæmi var ekkert með á hreinu hver væri frambjóðandi í Suðvesturkjördæmi og kunni ekki við einhvern frambjóðanda í sama frambóði var annar staðar og vildi strika yfir hann og gerði það með þessum hætti því að það má en svo segja það má ekki vera aðili utan kjördæmisins og landskjörstjórn fjallaði þetta og hún vitnar í lagagrein
sem á ekki við þegar við fyrir að skoða það 100. grein kosningalaga. Já. Mögulega á 104. greinin við en 102. greinin við og það er þá það er þá hugsanlega þessi klásúla sem ég segi ætla má að merkja að áletrun og kjörseðli sé sett á ásettu ráði til að gera seðilinn aukennalegan. Það er alveg klárt að skrifa einhver nöfn og strika yfir. Þú merkir ekki lista þannig því að það getur verið eins og í þessu tilfelli þá var einn frambjóðandi nefndu 12 sinnum og þú auðkennir ekki lista þannig. Það er verið deilt það hvað er auðkenni. Já. Og að mínum mati er auðkenni eingöngu það ef að við getum séð að þetta er Jón Jónsson. Hann þarf að skrifa nafni sitt, teikna mynd af sér eða eitthvað slíkt. Auðkennir ekki einhvern hjarta eða blóm eða nafn og strikað yfir. En vitum við, Kristján, hvort sagan segir okkur að í einhverri kjördeild teljist atkvæði ógilt sem í annarri kjördeild myndi teljast gilt og atkvæðin alveg eins. Það er alveg klárt. Það er alveg klárt. Þetta er mismunandi á milli kjördæma. Og það er það sem er svo hrikalegt við þetta kerfi. Má ekki segja það? Jú, þetta er svo matskennt. Já. Og það er fólk sem að velst til þessara trúnaðarstarfa sem að kemur úr svona ákveðnum hvað maður að segja, kimum samfélagsins. Þetta eru svona kannski betri borgarar sem að veljast til þessara starfa og ólíklegri til þess að kjósa jaðar framboð sjálfir heldur en aðrir. Já, einmitt. Það er alveg klárt. Já. Og mér sýndist það að gölluðu seðlarnir væru frekar seðlar greitt þeim flokkum sem voru þá í minnihluta og eru komnir kannski meiri hluti í dag. Já, einmitt. Og þannig að það voru fleiri atkvæði ógilduð sem voru frá fráfarandi ríkisstjórnarflokkunum sem voru með meiri hluta í yfirkjörstjórnum og landskjörstjórn og svo framvegis. Já. Það segir einhverja sögu. Það segir sögu. Já. En sko svo er ástæða líka svo að menn vilja ekki rugga bátnum. Nei. Og sko endurtalningar eitur í beinum þessa fólks, ekki satt? Já. Af því að þá kann að vera að fólk myndi færast til. Já, sko endurtalningin er eitt af þessum málum og auðvitað hefði átt að endurtelja bara á mánudegi, þriðjudegi eftir kosningar. Er það ekki bara? Jú, það hefði ekki verið neinn spurning. En þarna er ekkert endurtalningu í lögum, kosningalögum, þannig að þetta er algjört geðþóttamat í fyrstu yfirkjörstjórnar kjördæmisins. Umboðsmenn virðist ekki geta krafist þess að fá endurtalningu. Nei. Og svo fann landskjörstjórn þetta og hún treysti sér ekki til þess að úrskurða eða ákveða þetta og þá fær þingið þetta þegar þingið er farið að starfa og búið að greiða þingmönnum laun og þú ferð ekki það þarf allavega stóra og öfluga menn, öflugt fólk til þess að segja, heyrðu, við endurteljum jafnvel þó að þingmenn detti út. Ef við værum í ESB, væri eitthvað öðruvísi? Ég hef ekki heyrt þetta, en menn fullyrða það að þingmenn sjálfur úrskurði, það búið að kæra þetta einu sinni, síðustu kosningar í Borgarnesmálinu og það fór til Mannréttindadómstólsins og það vannst þar og engin áhugi á að breyta þessu, en allavega ekki ennþá. Og svo erum við náttúrulega með niðurstöðu Mannréttindadómstólsins sem flengir íslenska ríkið. Algjörlega. Eftir kosningarnar fyrir 3 árum. Algjörlega. Og ekkert læru við. En skal beita vafasömu aðferðinu. Þeir sem kærðu hafa ekki heyrt hóstni stunu frá yfirvöldum út af þessu máli eftir runni málið. Það er nefnilega það. Og það segir sína sögu, en við vonumst til þess að verði breytingar og
og nú nýtt fólk í brúnni Já. og ég mun allavega beita mér hjá Samfylkingu til þess að breyta þessu, en þetta tekur tíma vegna þess að hluti af þessu byggt á stjórnarskráni sem segir beinlínis að þingmennindin sjálfur úrskurði ógild atkvæði og kjör sitt eigið kjör. Og það eitthvað sem að heyrir nú orðið til undantekninga eða þetta form í minnihluta í veröldinni? Þetta held ég veit ekki til þess að nokkuð staðar sko. Það sé hvergi nema hér? Já, þetta bara gamalt. Ekki einu sinni í Danmörku þar sem fyrirmynd okkar stjórnarskrá? Já, það löngu búið að breyta því. Löngu búið að breyta því. Já. Það þori held ég megi segja að þetta ekki. Það yfirleitt dómstólar og við viljum sjá það þannig að það sé vantarlega Hæstiréttur sem taka þessi mál bara fyrir strax eftir kosningar og úrskurðum þetta og þannig þurfa lögin að vera. Já. Mér finnst þetta alveg ótrúlega alvarlegir ágallar sem komið þá fram og niðurstaðan engan veginn þannig að almenningur eigi að sætta sig við það því við erum með fleiri mál dæmis í Norðausturkjördæmi þar sem bara einhver kassi tapast og það ekkert víst að við vitum af öllu því sem að komið hefur fram. Það hefur ekki verið mikil fréttavilji í minni 40 ára sögu sem blaðamaður, þá hefur ekki fundið fyrir því að establishmentið sé nú svona að segja okkur að fyrrabræði frá einhverjum ambugum sem uppkoma í kerfinu. Það vakti athygli þessi atkvæði fyrst í Kópavogi. Já. Og þá var það Kópavogi sem kom fram með það. Já. Ég hafði heyrt af þessu rétt fyrir jól, sendi þá strax fyrir spurn, fekk engin svör fyrir en held ég 10. janúar, þá voru liðinni 15 dagar og þá komið þeim með svör. Landskjörstjórn fjallar aðeins þetta mál og sýnir aðra sögu heldur en Kópavogur með. Þeir segja að þar kemur fram að þetta séu 25 atkvæði en ekki 12 til 15 og það að pósturinn hafi komið með ábendinguna eftir að þeir fengu í fangið utankjörstað atkvæðin sem þeir fóru með á föstudegi og þegar þeir sóttu svo póst og fóru með póst til bæjarins á mánudegi að þá tókuðu bunkan og þá fylgdu þarna 25 utankjörstaðaseðlar með og þeir sendu eða komið með ábendingu til landskjörstjórnar og þá fór boltinn að rúlla. En Kópavogur kom ekkert með þessa skýringu. Nei. Þannig að þetta svona svolítið athyglisvert að menn svona að færa sinn hlut svolítið. Já, þetta ekki til þess að auka trúveruleika. En hefði pósturinn ekki séð þessi atkvæði, þá býst ég við að þetta hefði bara lent í tætarunum, þessi atkvæði hjá bænum. En af hverju leiti kæra framsóknar hann á sínum tíma ekki til endurtalningar? Það verður enginn þora að taka á þessu máli og nú er það of seint þannig, það náttúrulega ekki of seint eins og ég sagði á hann, það þarf stórt og öflugt fólk til þess að taka ákvörðun það að telja núna þegar búið að borga þingmönnum laun í 2 mánuði og þingmennir eru búin að undirbúa sig og segja upp störfum og svo framvegis og þeir getur dottið út. Mér skilst að Brynjar Níelsson kæmi inn og einhverju fleiri ef að þannig æxlaðist, hugsanlega. Og Jón Gunnars myndi þá mögulega detta út? Mögulega. Þannig að hann mögulega þarna á gráu svæðinu. Þannig að þetta nei, það ekki þannig. Það bara Reykjavíkurkjördæmin sem það myndi breytast milli suður og norður. Það myndi ekki breytast í suðvesturkjördæmi nema það kæmi 34 atkvæði til framsóknar. Þá hefði ýmislegt breyst, þá hefði Sigur Ingi dottið út og Willum komið inn og þá hefði sennilega hún Rósa dottið út með minnir, ég man ekki betur en hún sé uppbótarmaður. Og þessa utan vitum við ekkert hvað áhrif hefði orðið af jöfnunarkerfinu með atkvæðinu fyrir norðan til dæmis. Og við vitum ekkert hvað eru mörg. Nei, og ég búin að senda erindi á landskjörstjórn og fara fram á það að fá upplýsingar hversu mörg þessi atkvæði eru.
það er athyglisvert að það vill lengin vita hvað mörg atkvæði þetta eru. Því að menn eru að svona þakka þetta niður dálítið. Þetta er ótrúlegt. Og ég býst við að það þurfi ekki nema erindi til sýslumanns, því að sýslumaður veit nokkurn veginn hver mörg atkvæði þetta eru. Þetta eru atkvæði sem voru greidd í Holtagörðum líklega daginn fyrir kjördag og fara í póstkassa, í kjörkassa þar og eru send norður. Og þetta gætu verið, já, ég segi 100 atkvæða, mögulega 100-200 atkvæði. Já. Væri mögulega hægt að tekka þetta hjá sýslumanni eins og hann nefnir? Já, allavega svona nokkurn veginn. Já. Það getur verið að einhverju hafi tekið, þegar þú kýst utan kjörstaðar, þá færðu atkvæði í hendurnar og þú getur sett þetta í kjörkassa. Já. En þú getur líka farið með þetta og reynt að koma í sjálfu til skila. Já. Og gæti hvaða borgari sem fengið svör við þessari spurningu ef maður myndi leggja sig fram við það? Ég veit það ekki. Nei. Ég er líka búin að kalla eftir því að þessi undirbúningsnefnd sem hefur hafið störf og Dagur B. formaður fyrir. Já. Ég er búin að óska eftir því að þeir finni út hversu margir seðlar þetta eru. Já. Ég er ekkit viss að með vilji upplýsa það, en ég trú ekki að það verði gert, sko. Hefði þið verið betra ef undirbúningsnefndin hefði verið skipið einhverjum öðrum en þeim sem þegar eru þingmenn núna? Nei, það er ekki hægt raunverulega, því að þetta er þingið sjálf sem ákveður þetta í restina og þetta heitir undirbúningsnefnd að því að þing hefur ekki komið saman og þá koma þingflokkarnir sér saman að setja þessu undirbúningsnefnd og síðan er hún kosin formlega síðan kjörbréfanefnd eftir að þing kemur saman 4. febrúar og þá er fyrst hægt að taka formlega ákvarðanir. Núna er þetta bara að vinna sem þessi nefnd er að vinna, sko. Þannig að, sko, þetta er alveg fatal fatal stýring á þessum málum, sko, að þetta taki svona langan tíma og þingi sig á grauti í þessu. Já, og það er áhugavert, sko, þetta tekur langan tíma, þetta senkar því að þing komi saman, en samt er hvergi á allri þessari leið nein ákvörðun tekin sem að svona færir landsmönnum eitthvað það sem að við getum kallað bara sjálfsagt réttlæti. Já. Það er eins og þessi alltaf verið að reyna að finna einhverja leið til þess að tefja og réttlæta og útskýra af hverju valdið ætlar ekki að gera neitt. Já. En sko þetta bara leiðir náttúrulega hugan að mikilvægi nýrrar lagasetningar og jafnvel þá breytingar á stjórnarskráni eins og þú segir, ekki satt. Það er ekki nóg með að geðþótti ráði og það vanti staðla og verklag og handbækur eins og þú bentir á hér í síðasta viðtali. Þú barst þetta saman við flug sem þú þekkir og það er alveg ólíkindum að sé ekki einhver kosningahandbók sem er stöðluð á milli allra kjördeilda. Þetta sé bara hips and haps og geðþótta hugur starfsmanna og geti verið pólitísk spilling á bakvið það. En bara sem sagt er ekki að skilja þig rétt að þú tellir mjög mikla þörf á nýrri lagasetningu og breytingu stjórnarskrárinnar. Jú, það er alveg komin, sko, algjör nauðsyn að breyta stjórnarskráni hvað þetta varðar, ekki seinna en á þessu þingi, og það breytist ekki fyrir en næsta þing eftir 4-5 ár kemur saman sem það gengur í gegn. Já. En það er hægt að breyta kosningalögum á einhvern máta og ég sé nú ekki annað en það sé hægt að breyta kosningalögum á þann hátt að allavega hæstiréttardómarar fengju það hlutverk að gefa ráðgefandi álit þessi mál. Og svo náttúrulega að endurtalning sé gerð þegar þessir aðilar eða fari fram á það. Já. Og hvort að það eru einn flokkur sem fer fram á það eða fleiri flokkar sem fari fram á það, þá sé endurtalið. Og þá verður það að gera það þannig að það sé ekki geðþótt ákvörðun, heldur að það sé ekki alveg fyrir. Og það er ekkit stór mál að endurtelja, því að það er búið að flokka
og vinna atkvæðin, þannig að það er ekkert gert annað en að fara yfir bunkana, hvort að það sé kross á réttum stað og telja þessa 100 seðla bunka og það á ekki að taka langan tíma og síðan að skráða þetta í tölvu. Og það vekur athygli sem ekki hefur komið neinstaðar fram, að það var sett í lögin að það þurfi að tvítelja, sem er mjög gott, þannig að það er núna tvítalið, en það er ekki nema eitt gengi, tveir aðilar sem skráið inn í tölvu. Þannig að og það er umlega ekki nema eitt sem skráið inn í tölvu. Þannig að gerir sá aðili mistök, þá kemur það hvergi fram. Og ég fór fram á það í Garðabæ þegar ég var umboðsmaður þar í síðustu kosningum, að það yrði farið yfir þetta og það yrði aftur skráð inn á tölvu. Og það var engin breyting, en þá vorum við búin að uppfylla það að það væri allavega tvítalið. Sko, kjarninn í niðurstöðum mannréttindadómstólsins sem sneri úrskurði íslenska ríkisins frá kosningunum fyrir 3 árum var að þingmenn ættu ekki sjálfur að hlutast eigið brautargengi. Og þetta virkar ósköp einfalt og skiljanlegt. Og manni fannst fyrri niðurstaða og manni fannst svona allt í kringum þessa nefnd og vera svona eiginlega hálfgert sýndar veruleika lýðræði og mjög einkennilegt hverjir voru að hlutast til niðurstöðu hverra. Að það kæmi ekki einhver svona utanakomandi aðili. Af því þú nefndir sko hæstaréttar dómara núna. Landskjörstjórn mun sjálfst segja við erum sjálf löglærð, við vitum hvað við erum að gera, en ber þetta að sama brunni og gagnrýnin frá mannréttindadómstólunum að það þarf annað embætti utanfrá til þess að skoða mál ofan í kjölinn. Ég hef ekki lesið úrskurðin, en svona það sem ég hef heyrt af því, þá er það þannig að það á að vera annar hópur sem úrskurðar, ekki tengdur stjórnsýslunni eða þingmönnum á nokkurn máta. Og þá er það einna helst annarkvort sér dómstóll eða þá að þeir dómstólar sem eru fyrirliggjandi og það væri held ég eðlilegast að það væri Hæstaréttur, það væri ef það er undirréttur þá væri hægt að áfrýja því. Það er kannski í lagi ef að því væri skipta, en Hæstaréttur er hæstsettastur og svo er landsréttur sem væri líka, gæti mögulega gert þetta, en mér skilt nú að Hæstaréttur hafi frekar lítið að gera og Jón Steinar segir það. Já, þannig að hann væri örugglega snöggur að úrskurða þetta. En með því myndi landskjörstjórn ekki lengur hafa stjórn á því hvort það er endurtalning eða ekki, hvort svo hrikalega staða gæti komið upp, aðili sem að hefur verið úrskurðað þingmaður og jafnvel fengi laun sem þingmaður, það verður að kippa honum aftur úr sambandi og einhver annar kemur inn. Og það er þessi flækja sem að það er svona innbyggt í kerfið að reyna að koma í veg fyrir þetta vesen. Já. Landskjörstjórn er skipuð af þingflokknum og ég heyrði í gær að landskjörstjórn hafi verið kosin að nýju í nóvember áður en var kosið hér og þá var hún kosin til 4 ára sem er athyglisvert. Það er mjög áhugavert að fráfarandi ríkisstjórn og fráfarandi meirihluti á Alþingi kýsir landskjörstjórn til 4 ára, kannski vitandi það að þeir tapa kosningunum og vilja hafa stjórnin á þessu. Ég tel, sko, það er alltaf að nefna það að formaður landskjörstjórnar var svona, ég segi ekki engavinur fráfarandi forseta ráðherra, en kosningastjóri eða réttara sagt í kjörn var yfirmaður prófkjörsins
hjá Sjálfstæðisflokknum. Kristín Edvald. Já. Mjög tengd Sjálfstæðisflokknum. Hún mjög tengd Sjálfstæðisflokknum. Vinkona Bjarna Ben. Já, alveg klálega og innsta hring. Og það finnst mér ekki kannski alveg svona til fyrirmyndar. Þó að það sé kannski ekki ólöglegt, en þá ætti að vera einhver öflugur formaður sem ekki svona alveg beintengdur flokkunum í dag. Við höfum stundum sendt fólk út fyrir landsteinana til að fylgjast með framkvæmd kosninga í spilltum ríkjum. Af hverju ekki einhverjir erlendir hlutlausir aðilar að fylgjast með framkvæmd kosningana hér á Íslandi með þetta sem við erum að ræða, alvarleika þess? Það klálega, það bara ekki vilji til þess. Og það voru uppi hugmyndir það yrði einhver kosningaeftirlit hérna, en það náttúrulega þessi kosninga báru svo brátt að það hefur líklega ekki náðst og ekki heldur vilji. Ég sá vitnaði grein sem Ingibjörg Sólrún viðtal við hana mjög nýlega, þar sem hún vakti athygli á því að stofnunin innan Evrópu bauðst til þess að aðstoða við endurskoðun á kosningalögum fyrir 3 ári síðan. En það var afþakkað og það var ráðgjöf sem hefði verið ríkinu á kostnaðarlausu algjörlega, en það var afþakkað, þannig að menn vildu ekkert láta erlend aðila sem við erum kannski aðilar eins og Evrópudómstóllinn hjálpa okkur við að gera lögin vel úr garði, kosningalögin svona eðlileg. Það ýmislegt í kosningalögum sem athugunarvert allavega. Já. Þetta svartur blettur á okkar sögu. Við vitum nægilega mikið núna til þess að geta staðhæft að svo sé. Af því að þú ert búin að vinna svo mikið í þessu og þetta hefur verið hugstætt, ekki bara núna síðustu mánuði, heldur í allan nokkur ár. Telurðu líkur á að skipan þingmanna bara í lýðveldi sögunni allri, hún hefði geta orðið tölvert frábrugðin því sem reyndin hefur verið og telurðu augljóst að líkurnar séu með þeim í liði sem að telja að þetta hafi frekar komið hinn og svo kalluðu valdaflokkum betur en hinum flokkunum, og þá meina ég Framsóknarflokki og Sjálfstæðisflokki. Já, ég held að ógilding þessara ágreiningsatkvæða hafi komið valdaflokkunum til góða. Hvort það hafi breytt niðurstöðunni get ég ekki fullyrt, en ég tel að endurtalningin og öll þessi atkvæði sem komist ekki til skila, að það séu mun meiri líkindi en ekki að það hefði breytt niðurstöðu kosningana og það hefðu ekki verið sömu þingmenn sitjandi á þingi og eru komnir inn á þingi í dag. En það þó ekkit víst að það hefði breytt fjölda þingmann á hvert flokk. Nei. Það þarf meira til en að færa til þessa uppbótamenn. Eins og ég segi, 4 atkvæði hefði geta breytt þeim. Þannig að ég vil telja að það séu mikla líkur á að niðurstaðan hefði orðið önnur, jafnvel þó að þessu utankjörstaðatkvæði hefði ekki verið talin sem týndust, og ef að þau eru talin þá telja ég bara allverulega líkur til þess að það hefði verið önnur niðurstaða. Maður hefur tekið eftir því að íslensk stjórnvöld þau eru ekki með sama lýðræði skilning og önnur ríki í kring að þegar uppkoma brotalamir í nágrannaríkjunum þá yfirleitt reynt að laga traust á milli almennings og stjórnvalda,
ef það hefur raskast. Mjög oft er reynt að laga þetta traust með skilyrðislausri og tafarlausri afsögn ráðamanna sem skýtur upp á bak. Og með því að viðkomandi hefur þá sagt af sér og einhver nýr kemur í staðinn, þá eru meiri líkur á að það skapist nýtt traust og betra traust. Hér vitum við að ráðherra getur framið 10, 15, 20 brot sem öll þættu afsagnar ástæða í Skandinavíu, en hann getur komist upp með það að leika sinn leik hér án þess að segja á sér. Er þetta hluti af einhverju svona kúltúr að almenningur og athugasemdir almennings það á aldrei að hlusta á íslenskan almenning þegar uppkoma árekstrar á milli vilja almennings og yfirvalda? Ég held að það sé alveg rétt hjá þér. Það þarf hugarfarsbreytingu hjá efsta laginu, alveg klálega. Já. Kannski hefur þá orðið með algjöru endurnýjan á ríkisstjórninni. Við skulum vona það. Já. Það er ekki komið í ljós ennþá. Nei. En ég heyri á dómsmálaráðherra hefur aðeins tjáð sig það að það verði að breyta reglum varðandi utankjörstaðatkvæðin. Já. Og það var búið að segja mér að það sé frekar lítið mál að svindla í kosningunum með utankjörstaðatkvæðunum. Og það var eitt sem benti mér á það að það væri sko í raun ekkert mál að búa til umslag, þetta ystaumslag og fylgibréf og þá þyrfti bara að útvega kjörseðla og þú getur farið, eða það getur einhver hópur fólks farið og kosið 10 skipti hver utan kjörstaðar og búa til seðla, þannig að það er lítið mál að svindla á þessu. Brotavilni fyrir hendi. Og í kæru sem liggur fyrir, það eru 2 kæru sem liggja fyrir núna, að þá er þessi leið 10. Og vakin athygli á því. Ég sá engin merki þetta í þessum kosningum. Nei. En maður veit það ekki. Og það væri hægt að komast hjá þessu einfaldlega með því að hafa hvert kjörseðil í reykjanlegan. Þannig að hann yrði skráður, númeraður og skráður inn í einhver tölvukerfi. En hvað með rafræna kosningu bara? Já, það er örugglega framtíðin. Það eru 2 ástæður fyrir því að menn telja að rafræna kosningar sem hafa stoppað það er annars vegar það að þú ert ekki, ef þú kýst heima, þá getur þau verið með maka eða afkomanda eða einhvern tengdan fjölskyldunni sem stendur yfir þig með hún kýst. Þannig að það er ekki leynilega kosningar. Þú getur ekki tryggt leynilega kosningar. Þú getur lagað þetta með því að hafa tölvurnar á kjörstað. Þannig að þú farir og kjósir á kjörstað í tölvu. Hefur einhver þjóð tekið upp svoleiðis system? Mér er sagt það að einhver þjóð hefði tekið upp þetta. Ég hef ekki kynnt mér það. En allavega þessar kosningar eins og menn gera gjarnan í Sviss alls konar mál, svoleiðis kosningar, að það sé gert í tölvum. Svo er hitt atriðið að það er hægt að brjótast inn í tölvur ef að það eru tengdar á netinu. Þannig að það er hægt að leysa. Ekkert kerfið fullkomið kannski. Nei, en það er hægt að leysa það með því að hafa bara kerfið alveg lokað. Þannig að þú ert með lokakerfi. Í mitt mat er þetta í framtíðin, en það þarf að vinna þetta og það er ekki allavega séð fyrir endan á því. Nei. Sumir klæða sig í bestu fötin og setja bindi kallar og konur fara í draktir og svo er þetta svona hátíðarstund líka að labba niður í ráðhús að hvert fólk fer og kýs. En það er náttúrulega hægt að fara bara inn á bað og klæða sig í fínu fötin þar og labba svo inn í stofu og gjósa. Já. En þá er alveg klárt sko, þá er að menna fórna leynilegum kosningum. Það gerur ekki nema að hafa tölvurnar á einhverjum afmörkuðum stað. Nei, en eftir stendur að við verðum að geta treyst starfsfólkinu okkar og við verðum að geta treyst trúnaðarmönnum íslenska ríkisins og bara svo ég fái það aðeins skýrar frá þér finnst það gjörsamlega út í hött manneskja sem þú
væntanlega réttilega segir að sé tengd vinkona Bjarna Benediktssonar og kaf inn í Sjálfstæðisflokknum að hún í annað skiptið í röð eftir mjög umdeildar þingkosningar á hún bara að segja á sér. Kristín? Já, hún á ekki að vera formaður þessara nefndar, í það minnsta. Formaður gegnir líki hlutverki. Já. Og þannig að mitt mat það að hún eigi ekki að vera þar, í það minnsta, en með því, þetta er bara skoðun. Með því að hún myndi stiga til hliðar núna, því að þetta er náttúrulega síendurtekið fúsk á mörgum vígstöðum, tvennar kosningar í röð, með því að hún myndi stiga til hliðar og annar aðilegri skipaður í hennar stað, þá kæmi kannski vísir að þessu endurnýjaða trausti sem ég var að tala að nágrannar þjóðir okkar leggja svo mikið upp úr að sé í lagi. Að við getum treyst í næst þegar verður blásið til kosninga að allrar varúðar verði gætt, að vilji okkar lýðræðislegur, að allt starfsfólki sé með okkur í liði með það að lýðræðislegur vilji okkar heilagur, hann komist á endastöð. Já. Fyrir 3 árum síðan þá voru gerðar alvarlegar athugasemdir við kosningarnar í Kraganum, þarna áður. Sumt var lagað, en alls ekki allt. Og ég stóð að því ásamt fleirum að gera athugasemdir við utankjörstaða atkvæðagreiðsluna sem var hérna á höfuðborgarsvæðinu og það var beinlínis átök við fulltrúa sýslumanns þar. Var það? Já. Og bara, tiltölulega hörð og við gerðum alvarlegan athugasemd við það. Hvernig lýstu þau sér þessi átök? Það var sérstaklega hvað varðar utankjörst, það var hvað varðar kassana og svo var í sveitarstjórnarkosningunum á eftir þá var kannski meiri átök að því leyti til að það voru auglýsingar á skiltum eða skilti sem sáust alveg inn á kjörstað og fulltrúi sýslumanns vildi ekkert gera í því. Nei. Og síðan voru gerðar athugasemdir við það að það lá ekki fyrir hvaða lista væri í framboði í öllum sveitafélögum landsins og við töldum skilt að það lægi fyrir á blöðum, hengt upp á vegg eða skilt eða einhver staðar þannig að fólk geti séð til dæmis að í Garðabæ væri þessir og þessir flokkar og það var ekki gert þrátt fyrir ítrekanir með þetta en fólki var sagt og okkur var sagt þið bara googlið þetta í símónum ykkar og og þannig var það og nú get ég sagt þér sögu hvernig þetta gerðist í Garðabæ. Já. Ef þú googlaðir hvaða framboð voru í Garðabæ þá kom upp síða frá sveitafélaginu það sem sagði að Sjálfstæðisflokkur var með D, Framsóknarflokkur F og Garðabæjarlistinn S. Og ástæðan var sú að þessi auglýsing var gömul. Var frá þeim tíma þegar Garðabæjarlistinn kom fram fyrst og þá hafði Alþýðubandalagið verið með G-listan áður og og þá fékk Garðabæjarlistinn S í staðinn og þessi auglýsing kom bara poppað upp fyrst. Hvenær var þetta aftur? Þetta er bara síðustu kosningu. Þetta bara, já. Já, en svo fór fram kosningin og og þá vantaði Garðabæjarlistunum 10 atkvæði upp á að þeir fengið 3. mann kjörinn á kostnað Sjálfstæðisflokksins. En þá komu 14 atkvæði merkt S. Nei. Jú. Þannig að það má alveg segja að þeir sem voru að kjósa þarna S höfðu líklega googlað og séð þetta. Já. Og þarna munur klárlega svo voru einhverju 5 eða 6 seðlar merkti VAF
en það skipti ekki kannski máli. Nei. Og við gerðum athugasemd þetta og það var talið aftur í Garðabæ og það var uppi fótur og fit í þegar þetta uppgötaðist með það að þú googlaðir og fékkst upp S fyrir Garðabælistan. Já. En það í lögunum ekki hægt að kæra þetta og neitt máta. Það er engin kæru nefnd til þess að úrskurða þetta. Já. Eina leiðin sem hefði verið hægt að fara hefði verið hægt að fara í mál og kæra þetta til dómstóla og þá hefði sem sagt kosningarnar eingöngu verið ógildaðar og þyrfti að kjósa upp á nýtt. Já. Og svo til þess að kannski að bæta við að þú getur sagt að S ekkit Garðabælisti núna og það bara stendur, en þá fordæmi. Kvennalistin var einu sinni með VAF-lista, svo komu Vinstri grænir og þeir vildu fá VAF-lista, VAF-stafinn, en fengu ekki og fengu U. Og í fyrstu kosningum Vinstri grænna þá var U. En eitthvað var þetta vandamál, þannig að landskjörstjórn þess tíma gaf út yfirlýsingu til allra kjördæma að kjörseðlar utan kjörfundaseðlar merktir VAF yrðu teldir sem U-seðlar. Þannig að þarna var fordæmi vissulega og búið að gefa það. Þannig að það var alveg klárt að þessir S-seðlar hefðu átt að teljast til Garðabæjarlistans og þeir fá 3 bæjarfulltrúa, en það var ekki. Þannig að jafnvel þótt að sé fordæmi þá að gengi framhjá þeir. Já, og það var bærinn sjálfur sem ákvað það og það þá meiri hlutin sem voru þá sjálfstæðismenn eða eru sjálfstæðismenn sem ákvaðu það að það verði ekki hreyft við þessu því að þá hefðu þið tapað manni. Það hefur ekki verið sérstakur vilji til þess í Garðabænum að auka hlut samfylkingarinnar á kostnað sjálfstæðismanna. Ekki sérstök svona móralsk tilhneiging í efri byggðum samfélagsins þar. Og Garðabæjarlistinn bara taldi það skaða sig að fara í málarekstur og fella þetta og láta telja 9 sko. Nei, ekki láta telja 9, heldur kjósa 9. Ef einhver að velta því fyrir sér akkur ég virka svona brosandi yfir þessu ömurlega umræðefni þá ætla ég að upplýsa það fyrir ykkur hlustendur og áhorfendur að ég bara hugsa það sem að fram kemur í bókinni minni spillingu, besti vinur aðal. Það ýmislegt sem haldið fram þar sem að ég sé ekki betur en að sé að fá aukna stóð sé að raungerast hér í þessum upplýsingum sem að koma fram í þessu spjalli. En Kristján Sveinbjörnsson, ég þér mjög þakklátur fyrir að þora að segja þína meiningu og þá vinnu sem að þú hefur lagt í þetta allt saman. Þetta ólaunuð vinna að vera umboðsmaður stjórnmálaafls og öll svo mikla vinna sem að þú hefur sett í þetta, þú ert ekki þykir en að tekir fyrir þetta. Nei, engar. Hvað er þetta? Hvað er ykkur áfram? Fjölskyldu lífinu og fyrir hugsjónina. Já, það er hugsjón. Jú. Já. Er það löngunin að bæta samfélagið? Já, það er eitthvað sem dregur mann áfram í þessu. Einmitt, við þurfum að muna það að þannig að hellingur af fólki sem að gengur fyrir þessu, þótt nýfrjálshyggjan segja okkur að við séum öll svo gráðug og eigingjörn að allt sem við gerum stjórnist bara af eigingjörnu hvötum. Það er ekki rétt. En Kristján, kærar þakkir fyrir komuna og sláandi upplýsingar sem að hér koma fram. Og úr þessu förum við yfir í aðra sálma. Allir þættir samstæðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.